ljós. Og varðandi þetta sem þú segir, varðandi embættismanna valdakerfi, á hverju halda menn að verkalýðshreyfingin og samtök atvinnulífsins vilji í raun og veru berjast fyrir því að hafa aðkomu að þessum lífeyrissjóðum. Það ekkert annað en völdin. Þetta eru gríðarleg völd sem fara samhliða því að vera vörslumenn 2000 milljarðar. Svo koma þeir fram eins og kemur fram í fréttum, þeir eru tilbúinir til að fóra í Vaðlaheiðargöng og borga þau. Þeir voru tilbúinir til þess og voru í viðræðu við Vegagerðina það að gera hérna tvöfalda Vesturlandsveginn og ég veit ekki hvað, og þá átt að setja togstöð á allar stofnæðar inn í Reykjavíkurborg og borga þessa framkvæmdir með vegtollum, en lífeyrissjóðir átt að lána fyrir það. Þá að reisa háskóla, sjúkrahús. Þetta eru allt stjórnendur lífeyrissjóðanna sem eru gerendur í þessu. Þannig að völdin sem að fer samhliða því að vera stjórnandi í lífeyrissjóði eru alveg gríðarleg. Og það eru þessi völd sem að menn ekki tilbúinir til að sleppa. Og ég tek aftur og vitna aftur í Stefán Ólafsson því ég ber mikla virðingu fyrir Stefán Ólafssoni, fræðimanni og prófessori við Háskóla Íslands. Hann segir, þessi menn sem stjórna lífeyrissjóðanna, þeir eru orðnir hrókafullir og það þarf aðeins að fara að lækka í þeim rostan. Ég tek undir honum þar. En sérðu þá fyrir þér að það sé hægt að breyta þessu? Þú veist bara, ef þú ert bara raunsætt. Það er svo lítið mála. Nei, þú sér það ekki fyrir þér. Alveg eins og ég sagði áðan, það eru meiri líkur á því að þú verður forseti Norður-Kóreu heldur en forseti Alþýðusambands. Það er náttúrulega séns. Er þið til að draga fyrir það?